Góðan daginn, þá erum við komin í kafla 10. Þetta gengur bara mjög vel hjá okkur. Þessi kafli er svolítið langur, þannig að þessi kynning er í svona lengra lagi, þannig ég ætla að reyna að stoppa ekkert mjög lengi á hverri glæru. Þetta er bara hreinlega að lesa upp á glærunum. Það er fyrsta lagi ætla ég að biðja ykkur að kíkja á myndband sem er hér. Og þetta er myndband leiki barna. Og ég ætla bara að taka hérna aðeins þannig þið sjáuð út á hvað þetta gengur. Ég vona að byrja ekki auglýsingu. Nei, glæsilegt sjáuð þið. Play is children's work. Og hér er verið að tala Free play. Does that mean what you think it means? Take a second and remember when you were young. Most of us remember summers that seemed like they might never end. We're all able to search our memories for examples of play from our own childhood. When I was a child, we spent our summer evenings. Og leikur og leikföng, vinnan, ef við byrjum á því að tala aðeins vinnuna, hún tengist ákveðnum árangri eða afrakstri og kveikjan af vinnu kemur utanfrá, en kveikjan hins vegar af frjálsuleik kemur frá barninu sjálfu. Og það sem auðkennir leik umfram vinnu er að leikurinn er skemmtilegur og hann einkennist af, eða á að gera það, hann einkennist af virkni, áhuga, gleði, einbeitni. Og hann er ekki skylda, af því áhuginn á að koma af sjálfum sér. Þetta er skapandi atferli án tilstilli árangurs. Það þarf ekki endilega að koma eitthvað út úr leiknum, heldur leikurinn bara til þess að leika. Og hann er án ytri umbuna, þau þurfa ekki að fá verðlaun eða hrós, þau eru bara að leika sér. Hann varir meðan börn leika sér og ekki lengur. Og þau prófa ýmislegt sem er bannað og það er þykistuleikur. Og það er líka partur, við verðum að muna það er líka partur á þroskanum að þau prófa ýmislegt í gegnum leikinn sem að okkur finnst kannski ekki endilega að vera æskilegt. Leikur og leikföng, þetta nær yfir mjög vítt atferli og er oft skipt í 4 flokka. Það eru skynfæra og hreyfileikir í fyrsta lagi, öðru lagi er það sköpunar og byggingaleikir, þriðja lagi þykistu og hlutverkaleikir og í fjórða lagi regluleikir. Og þessir leikir efla þroska barna á mörgum sviðum. Það er félagsþroski til dæmis, tilfinningaþroski, hreyfiþroski, málþroski, siðferðisþroski. Og þetta er mjög mikilvægt í alhliða þroska barnsins. Jeremy Brunner fjalla mikið vinna eða leikur og hann var með tilraun það sem hann var með 4 hópa sem fengu það hlutverk að ná í hlut með prikum. 3 af hópunum fengu leiðbeiningar en 4. hópurinn fekk að leika sér frjálst að efni og áhöldum. Bara gera það sem þau vildu, fengu bara prikinn og þegar gera eitthvað. 4. hópurinn stóð sig ekki síður en hinir og stundu betur og þau höfðu meira úthald en það voru þau að leika sér heldur en ekki að vinna sem hinir hóparnir voru að gera. Á miðöldum var litið á börn sem litla fullorðna. Leikurinn var sameiginlegur börnum og fullorðnum og þau voru að leika sömu leikina. Síðar var farið að líta á leikinn sem barnslegt atferli. Að börn gætu leikið sér án þess að fullorðnir væru alltaf með. Fullorðnir eru náttúrulega í kring og þeir hafa umsjón með því en þeir eru ekki endilega alltaf með. Loftur Guttormsson sem skrifaði bókina Bernska, ungdómur, uppeldi á einveldisöld. Hann fjallar þar viðhorf til bernskunnar á Íslandi á 18. og 19. öld. Og viðhorfið var það að leikur var iðjuleysi og þú varst að skemmta skrattanum eða gefa kölska höggstað á þér. Og þrátt fyrir það hafa börn innan 10 ára aldurs leikið sér út í náttúrunni en eftir það þá þurftu að fara að vinna. Þeir voru 10 ára gömul, þá voru þau orðin fullorðin í þeim skilningi og þurftu að fara að vinna. Friedrich von Schiller, hann skrifaði líka gildi leiksins og hann var upp í munið, ég held að hann sé einum á köflunum fræðimennina, 1759 til 1805 og hann sagði að í leik birtist innsta eðli mannsins og einungis þegar hann leikur sér er hann algjörlega frjáls og getur notið sína fullu. Þetta er mjög skemmtileg kenning finnst mér. Bæði Platon og Aristóteles lögðu mikil áhrif á gildi leiksins til að þjálfa upp færni sem myndi nýtast í starfi á fullorðinsárum. Þeir eru náttúrulega alltaf undirbúa fyrir að maður eigi geta farið að vinna. Fröbel, sem er 1782 til 1852, hann hafði líka mikil áhrif á hugmyndir manna gildi leiks og leikfanga. Hann var með leikfang fyrir börn. Fyrstu kenningarnar leik áfram, umframorkukenningin sem er Darwin, að þar er verið að tala að umframorkan brýst út í leikjum, en maður hefur eitthvað umframorku. Og að leikurinn er endurtekning á athöfnum forfeðra mannsins, eða sem sagt þróunarsagan. Okay. Svo er það Karl Gruß með undirbúningskenninguna. Hann segir að leikurinn sé eðlislægur,
undirbýr börn fyrir fullorðinsár og æfir færni og hæfni. Carlotte og Karl Bühler, þau tala athafnagleði og það sé óháð árangri. Sköpunargleði og uppgötvanir. Börn líka eftir fullorðnum og menningu. Miðlun menningar á milli kynslóða fer fram í gegnum leiki. Og þau skiptu leikjum í flokka eins og hreyfileikur, ímyndunarleikur, byggingaleikur og svo framvegis. Síðan erum við með Clapperett, hann talar persónuþroska og skilning á veruleikunum í gegnum leiki. Beint yfir nútíma kenningarnar og þá það fyrst sálkönnuðirnir sem byrjum á Sigmund Freud. Hann náttúrulega alltaf í kynhvötunni og öllu því tengdu og hann segir leikurinn útrás fyrir bæltar hvatir og innri spennu. Andstætt dagdrömmum sem bara bundnir ímyndunaraflinu. Það verið að leita lausnar og fundið til máttar síns í veruleikanum. Hann bara alltaf á þessu sama. Erik Erikson, hann segir leikurinn þroskandi og dregur úr innri spennu. Það leið til að sigrast á erfiðleikum og styrkja og móta sjálfið. Barnið skapa sér aðstæður þar sem það tekst á við veruleikan. Og sérstaklega náttúrulega ef það í mjög erfiðum veruleika, þá getur þetta verið mjög gott að hafa tækifæri til þess að geta búið sér til sinn eigin heim. D.V.A.F. _V. Winnicott, leikurinn sköpun og hann gluggi að sál barnsins, flýtir fyrir vexti og þroska, hefur tilfinningalega merkingu, gerist á möguleikasviðinu, sem sagt mörkum innri og ytri heims, og listsköpun fullorðina framhald af leik barnsins. Vitsmunakenningin, aftur við komin að Jean Piaget. Leikurinn endurspeglar hvernig barnið hugsar og ályktar umhverfi sitt. Og það mismunandi leikir á mismunandi aldri. Það segir sér náttúrulega bara sjálf. 0 til 2 ára skinnfæra og hreyfileikir, 2 til 7 ára táknrænir leikir, tíkistuleikir og eftir 7 ára þá það regluleikir. Og á myndinni hérna þá verið að tala hérna sjáuðu til 2 ára, þá það sensory motor states, pre-operational 2 til 7 ára, concrete operational 7 til 11 ára og upp úr þá það formal operational. Það sem við farin að hérna, já. Vygotsky, hann mikið nafn í fræðunum í dag, Vygotsky. Og hann talar að menningin og samfélagi mótar hérna æðri hugarstarfsemi. Hegðun einstaklinga ólík í ólíkum menningarsamfélögum. Og þetta mjög ólíkt hugmyndum Freuds og PSA. Hann talar gefur sem dæmi að börn búa til mat eins og fullorðnir. Leikurinn verður því eins konar uppfylling almennra óska og barnið vill líkjast þeim fullorðnu. Barnið lærir reglur samfélagsins í leiknum. Leikurinn á rætur að rekja til tilfinningasambands barns við aðra og til félagslegs þrýstings. Börn vilja fá óskir uppfylltar en erfitt getur verið að uppfylla það tafalaust. Og í leiknum leysir barnið úr þessari spennu á milli þess að það vill fá eitthvað en færi það ekki strax. Og hann talar the sweet spot og blái liturinn can do alone meðan að græni sem hérna í kring að þá það things the child can do with a bit of help. Það þarf aðeins að hjálpa til. Það til þess að spyrja leiðandi spurninga eða láta þau horfa á eitthvað fyrst. Þarna barnið að læra og einhver vöxtur fer fram. Og svo það gula, það hluti sem barnið bara getur alls ekki gert. Alveg sama þó það fái leiðandi spurningar eða eitthvað þess að það ræður ekki við til dæmis flókin reiknidæmi fyrir 5 ára gamalt barn eða eitthvað svoleiðis. Boðskiptakenningarnar, þær eftir Gregory Bateson. Boð geta haft fleiri en eina merkingu. Ganga út á það að boðskipti sé meira heldur en bara orð. Það tónhæð, svipbrigði, augngráð, látbragð og fleira. Og við könnumst það ef við hugsum til okkar foreldra, hvernig við geta sagt eða gátu, sagt ákveðna hluti, segja kannski bara 1 eða 2, en það svipurinn og höfugneyingar eða eitthvað með sem við vitum alveg það að við erum komin á langt eða hvað þau vilja maður geri. Innihald orða og kringumstæður skipta höfumáli og skapa eina heild. En í leiknum lærir barnið að hegðun fer fram í ákveðnu samhengi, lærir að hver einstaklingur gegnir mörgum hlutverkum, en hann samt áfram hann sjálfur, þó að fólk sé í alls konar hlutverkum í kringum hann. Þá konar leikföngunum.
Þau eru flokku eftir þörfum barna á hverju þroskastigi, en þau þurfa alltaf að uppfylla ákveðin skilyrði. Og þau eiga stuðla að ánægju barnsins yfir að vera sjálfstæður einstaklingur, veikja ánægju og áhuga, stuðla að andlegum og líkamlegum þroska og þau verða að vera hættulaus. Og við getum séð þetta náttúrulega bara þegar við erum að horfa á börn, að það er ekki sama ef við látum börn fá á flókin leikföng, ung börn, að þá hafa þau enga ánægju af því, og eins ef við látum eldra barn hafa leikfang sem er ekki nógu þroskandi, þess að þau eru komin yfir, að þá hafa þau heldur ekki gaman að þau leika með það. Leikfangið á að veita hæfilega erfið viðfangsefni, og það er leikfang sem nota má á fjölbreytilegan hátt til að viðhalda áhuganum. Kubbar, hringar og mekkanó, raða, hlaða eða setja saman og taka í sundur, þetta er mjög vinsælt á ákveðnum aldri. Börn á öllum aldri hafa gaman að boltum og það er mjög mikilvægt að nota fjölbreytilega viðfangsefni á börn. Klippa, líma, mála, teikna, leira, baka, þetta fer allt eftir aldri hvað við erum að gera. Brúðan hefur flesta kosti góðs leikfangs. Það er hægt að leika sér á fjölbreyttan hátt með þar. Það myndar samstarf við brúðuna. Hún getur verið tákn fyrir ótal marga hluti og barnið fær tilfinningalega útrás með brúðunni. Og brúður hafa til dæmis verið notað þegar verið er að börn eru í einhverjum vandræðum og það er verið að reyna að fá þau til að sýna að eitthvað hafi verið gert eða ekki gert, að þá fá þau brúðu þar sem þau eiga að nota, sérstaklega ef þau eiga erfitt með að tala það sem gerðist. Fyrsta árið þá eru það hringlur og hringir. Það eru mjúkdýr og boltar sem ekki er hægt að rífa í sundur. Og það eru leikföng hjá þeim allra yngstu, þá eru það leikföng sem eru hengd yfir rúmið, alls konar keðjur og óróar og litir og dót. Þá meina ég sem sagt ekki litir til að lita með, heldur litrík leikföng. 1-3 ára börn, að þá erum við komin á, þau geta verið með hnappa og stóra perlur og bandi. Það eru stóri bílar og kubbar, vagnar og skip, dúkkur, dýr og pappakassar. Pappakassar, mjög vinsalegir. Bækur, syngja og láta að lesa fyrir sig. Og 1-4 ára þurfa þau stór leikföng þar sem hreyfingarnar eru ennþá það gróar, fínhreyfingarnar eru ekki komnar. Þau þurfa stóra kubba, þau þurfa stóra perlur þegar þau eru að perla, þau perla ekki með litlu perlunum. 3-5 ára, að þá eru komin yfir í að það er hægt að fara að nota allt aðra hluti. Það er hægt að nota vatn, sandur, litir, krítar, túspenni, leir. Láta þau móta og gera. Við erum komin út í teikningar og annað. Hjól, börn læra gjarnan að hjóla á þessum aldri. Og það eru dýr, brúður og kubbar sem eru félagslega athöfn og það eru bækur og tónlist. En eftir 5 ára aldur, þá fara leikföngin að verða kynbundin. Fram að þeim aldri, að jafnaði, við erum alltaf að tala bara yfir heildina, að þá eru þau ekki kynbundin. Og börn leika sér jafn mikið af hvoru tveggja. En eftir 5 ára, þá vilja strákar ekki, þeim finnst hallærislegt að láta sjá sem er brúður og stelpur vilja helst ekki vera í leik nema það sé örugt að engin annar sjá þau í bílaleik. Já, þetta var vist ekki lengra. Ég held þetta var svo rosalega langur fyrirlestur. Svo er þetta bara örstutt. Takk fyrir þetta!